bara sem dæmi að ég og Þorsteinn Njálsson, við sátum heima í honum og drukkum kaffi og hugsuðum með okkur, hvernig væri bara að hafa sýnileikabann á Íslandi? Það megi ekki sjást í tóbak. Já, gerum það, fyrst í heiminum. Og nú þetta bara eðlilegt út allan heim. Ég heiti Þorgrímur Þráinsson og skrifa bækur og held fyrirlestra. En ég vann mjög náið með Krabbameinsfélaginu í 8 ár og var með aðsetur þar því ég var framkvæmdastjóri tóbaksvarnanefndar. Þannig að mér finnst ég alltaf vera komin heim því ég kíki niður í Krabbó. Það að vera treyst fyrir því að móta ákveðið forvarnastarf sem á að hjálpa ungmenni þessa lands skiptir rosalega miklu máli. Þannig að lykilorðið var bara alltaf traust. Við vorum aggressív, við vorum alveg að stuða ómeðvitað reykingafólk. En þegar þú ert í forvarnastarfi og segir sannleikann, sannleikurinn er oft sár. Já, umræðan reykingar og tóbaksvarnir voru mjög háværar á þessum árum frá 1996 til 2004 því ég var þar. Það voru mjög margir sem héldu að ég var að vinna gegn reykingum sem bara áhugamál. Ég hef engan áhuga á slíku, Auðvitað mér annt heilsu sérstaklega ungs fólks, en ég var bara í vinnunni. Og það var gert grín að mér í áramótaskaupinu. Ég var með, það komið 3 skets mig, þannig að ég kom inn svona sem hálfgerður Superman með magavöðva, með vassbyssu, flaug gegnum glugga og var að drepa í þegar fólk var að reykja. En þetta sýnir bara það að þessi 3 innslög í áramótaskaupi segir allt til það hvað starfið var öflugt á þessum tíma. Ég var engin frumkvöðull í tóbaksvörnum, náttúrulega Krabbameinsfélagið var það eins og við vitum öll. En ég var bara svona, við vorum ákveðin stuðningur við allt það skólastarf sem við varum að vinna þá. Ég viðurkenni það alveg, ég rekst oft í dag á fólk sem þakka mér fyrir baráttuna sem ég og aðrir að sjálfsögðu unnu á þessum árum. En ég ekki viss sem ég hefði ástríðuna eða þessi hugrekki í dag til að gera þetta aftur. Þannig að það tók verulega á að vera í forsvari fyrir þetta. Þetta var pínu andlega erfitt. En þegar maður sá árangur, þá náttúrulega áttaði maður sig á því að ástríðan fyrir því að sinna ungu fólki og kannski hvetja til að lifa heilbrigðu lífi var þess að skipta öllu máli.